Og þá það liður 16, samþykktir fastanefnda 2022 vegna stjórnsýslubreytinga árið 2021 og það bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir sem tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, hér til umræðu stjórnsýslubreytingar eða samþykkt fyrir bæjarráð, liður 11 í fundargerð bæjarráðs staðsettur 9. desember. Og hér lögð fram til samþykkta breyting á samþykkt fyrir bæjarráð en í tengslum við stjórnsýslubreytingarnar þá nauðsynlegt að breyta samþykktum fyrir nefndir þar sem verkefni færast til. Ég ætla ekki að lesa samþykktina upp í heild sinni en ætla að fara yfir helstu breytingar. Fyrir utan nafnabreytingar og minniháttar orðalagsbreytingar lagt til að í 4. grein verði nokkur liðum bætt við eða eftirfarandi. Það G. Framkvæmd laga jafna stöðu og jafna rétt kvenna og karla, nr. 10/2008. H-liður, framkvæmd mannréttindastefnu Akureyrarbæjar og þarna verið að fjalla bara verkefni sem eru undir bæjarráði. I-lið, málefni íbúalýðræðis. J. Málefni hverfisnefnda. K. Menningar og atvinnumál og L. Hlíðarfjall. Þá samkvæmt nýjum reglum sett inn nýtt verklag með fundagerðum og undir 14. grein jafnframt bætt við birtingu ákvörðunar skal kynnt að fullnaðarafgreiðslu sé að ræða á grundvelli heimildar í 42. grein sveitarstjórnarlaga og samþykktar stjórn og fundarsköp Akureyrarbæjar. Þessi samþykkt sem lögð hér fram til samþykktar. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir hefur lokið máli sínu og orðið laust. Þar sem enginn hefur hvatt sér hljóðs, þá ber ég bara upp þeir sem geta samþykkt framlög drög breytingum á samþykkt fyrir bæjarráð, gefur merki. Og það eru 11.